Formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir átakanlegt að lesa nýja úttekt á stöðu Landspítalans. Staðan sé sorgleg og vandinn hafi verið fyrirsjáanlegur. Húsleit hefur verið gerð á 6 stöðum víða land síðustu vikur vegna rannsóknar á skipulagðri glæpastarfsemi. Lögreglan hefur meðal annars leitað til erlendra kollega vegna málsins. Forsetar Úkraínu og Bandaríkjanna náðu í dag samkomulagi aðkomu Bandaríkjamanna að bættum loftvörnum Úkraínu. Ekkert virðist þokast áfram í friðarviðræðum milli Rússlands og Úkraínu. Aukinnar bjartsýni gætir á Alþingi að hægt verði að ná samkomulagi í kvöld afgreiðslu mála og þinglok, en getur þó brugðið til beggja vona. Og smíði nýrrar Ölfusárbrúar hófst af fullum krafti í dag þegar stærsti krani landsins var notaður til að hífa rúmlega 40 tonna vinnubrú yfir hluta árinnar. Gott kvöld. Formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir stöðuna á Landspítalanum vera sorglega. Spítalinn hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi í meira en hálft ár vegna álags og manneklu. Fjallað var nýja úttekt Ríkisendurskoðunar á Landspítalanum í kvöldfréttum í gær. Fátt starfsfólk, margir sjúklingar, óhóflegt álag, lausatök og úrræðaleysi sú mynd sem dreinir upp af stjórn heilbrigðismála í henni. Formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir sorglegt að staðan sé þessi. Þetta bara átakaleg lesning á í rauninni mjög fyrirsjáanlegum vanda sem búin að vera að byggjast upp síðustu árin og bara sorglegt að staðan sé svona. Meðal þess sem kemur fram í úttektinni að starfsfólki hafi ekki fjölgað í takt við fjölgun sjúklinga. Sjúklingum hafi fjölgað 20% á árabilinu 2019 til 2024, en á sama tíma hafi starfsfólki aðeins fjölgað 13%. Spítalinn sé búinn að vera á viðbragðsstigi í 6 til 8 mánuði. Það ekkert að stefna í neitt neyðarástand, það neyðarástand nú þegar og við sjáum það bara hvað spítalinn búinn að vera í langan tíma á hæsta viðbúnaðarstigi og starfandi undir ofur álagi. Félagið hafi viljað fá aðgerðir mikið fyrr og uppbyggingu á hjúkrunarrýmum eins og hafði verið lofað. Bæta þurfi kjör og vinnuaðstæður heilbrigðisstarfsfólks ásamt að setja lög og reglur mönnunarviðmið. Þannig að þessi ásættanlegt vinnuálag fyrir fólk sem í starfi, þannig að það kulni ekki bara og brennu upp. Það þarf að taka vel á móti fólki sem kemur hingað til starfa erlendis frá. Þannig að það aðlagist vel og geti þá nýtt hæfni sína til fulls. Þannig að það engin ein lausn, þær eru mjög margar. 5 eru í haldi eftir umfangsmiklar aðgerðir sem lögreglan á Norðurlandi eystra stýrir vegna rannsóknar á kannabisræktun og fleiri brotum. 2 voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í gær en báðir látnir lausir eftir yfirheyrslu. Lögreglan hefur leitað til erlendra kollega í tengslum við málið. Lögreglan á Norðurlandi eystra stóð í júní að umfangsmiklum aðgerðum víða á landinu sem snéru að rannsókn á skipulagðri glæpastarfsemi. Samvinna við fleiri lögregluembætti og í gær voru 2 handteknir í Kópavogi og Reykjavík í húsleit lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit lögreglustjóra. Þið hafi staðfest fíkniefna framleiðslu. Hvers konar fíkniefni eru þetta? Þetta að megninu til kannabisframleiðsla sem þarna í gangi. Okkur grunar að þarna sé skipulögð brotastarfsemi og fíkniefnaframleiðsla og fleira sem til skoðunar 6 húsleitir hafa verið gerðar í þessum aðgerðum en Skarphéðinn upplýsir ekki hvað lagt hefur verið hald á mikið af fíkniefnum. Eru þetta hættulegi menn sem þið eruð að rannsaka? Hættulegir? Nei. Við höfum ekki upplýsingar að þeir séu hættulegir. En hvað getur maður sagt aðila sem maður þekkir ekki? Eru fleiri húsleitir í vændum? Ég bara get ekki sagt til það. Það verður bara rannsóknin að leiða í ljós. Ekki sé hægt að segja til þjóðerni þeirra grunuðu, né hvort máli tegi sig út fyrir landsteinana. Lögreglan hafi þó leitað til erlendra lögregluyfirvalda í tengslum við það. Rannsókn miði vel, en henni sé þó ekki lokið.
Það eru ýmsir hnútar sem á eftir að binda og ýmsar upplýsingar sem á eftir að skoða. Það svo sem ekkert meira það að segja í rauninni eins og staðan núna. Þá út í heim. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti og Donald Trump Bandaríkjaforseti náðu í dag samkomulagi að efla loftvarnir Úkraínu. Rússar gerðu umfangsmiklar árásir á úkraínsk heimili í nótt og í morgun. Zelenský og Trump ræddu saman í síma síðdegis mikilvægi þess að efla loftvarnir Úkraínu í ljósi vaxandi árása Rússa á úkraínskar borgir. Zelenský sagði í yfirlýsingu að forsetarnir hefðu sammælst að hefja viðræður aukna aðkomu Bandaríkjanna að loftvörnum Úkraínu. Zelenský bætti við að hann hefði einnig rætt við Trump möguleika á sameiginlegum vopnakaupum. Trump ræddi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta í síma í gær og sagði við blaðamenn í morgun að símtalið hefði verið árangurslaust. Very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying I don't think he's looking to stop. And that's too bad. Nokkrum klukkustundum eftir samtal þeirra gerðu Rússar umfangsmestu árás innrásarstríðsins til þessa á höfuðborg Úkraínu, Kyiv og á heimili í Kherson héraði. Einn sagður hafa farist í árásunum og hátt í 30 særðust. Í dag voru fangaskipti milli Rússlands og Úkraínu. Nokkrir þeirra sem snéru aftur til Úkraínu höfðu verið í haldi Rússa frá árinu 2022. Fjöldi ættingja beið fregna hvort ástvinir þeirra myndu snúa tilbaka. Шукаю брата Ярошенка Олега Михайловича. Хотілося б побачити його і якусь хоч би звісточку. Тому що на протязі 10 місяців ніякої звісточки. Побачили фото на впізнання, так більш нічого немає. Og þá niður á Alþingi því samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir þrátt fyrir að formenn þingflokka hafi fundað stíft það undanfarið. En samkvæmt upprunalegri starfsáætlun þingsins áttu þinglok að vera fyrir 3 vikum. Nú Alma Ómarsdóttir, hún niður á Alþingi og hefur fylgst með gangi mála í dag. Alma, hver staðan núna? Já, þingflokksformenn sitja núna á fundi. Það fer svona svolítið eftir við hvern maður talar en það virðist svona vera ákveðin bjartsýni í loftinu það að samningar þinglok gætu nást. Það var fundað hérna fyrr í dag, síðan fóru menn heim í kvöldmat en komu svo aftur hérna upp úr klukkan 8 til fundar og sá fundur stendur enn. Fyrr í dag þá var fundur hjá atvinnuveganefnd þar sem að farið var yfir ákveðna útreikninga tengda veiðigjaldinu að beiðni stjórnarandstöðunar og að sögn formanns nefndarinnar að þá voru þarna menn frá skattinum, starfsmenn frá skattinum sem að staðfestu það að útreikningar sem að meirihlutinn byggði á væru réttir. Mögulega hefur niðurstaða þessa fundar einhver áhrif á samningaviðræður þinglok. Veiðigjaldið svona fyrirferða mest en það eru líka önnur mál sem að bíða afgreiðslu, ekki satt? Jú, mikið rétt, en stjórnarflokkarnir hafa lagt megin áherslu á það að ljúka afgreiðslu veiðigjaldsfrumvarpsins og koma því til atkvæðagreiðslu fyrir þinglok. Fyrr í dag þá var þingfundi frestað að nýju og búið að boða aftur til þingfundar í fyrramáli klukkan 10 en dagskrá þess fundar liggur ekki enn fyrir, þannig að við vitum ekki hvort að veiðigjaldi verður þá á dagskrá eða ekki. En ef það dregur til tíðinda seinna í kvöld varðandi samningaviðræður þinglok þá munum við að sjálfsögðu greina frá því á vefnum okkar rúv.is en segðum þessu lokið núna hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. Snúum okkur að öðru. Því herða þarf refsingar fyrir ofbeldisbrot svo að þær endurspegli alvarleika brotana að mati dómsmálaráðherra. Minniháttar árásir í réttarkerfinu séu ekki minniháttar í augum brotaþola. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur beðið refsiréttarnefnd að kanna hvort tilefni sé til að endurskoða ákvæði almennra hegningarlaga líkamsárásir. Ofbeldisbrotum hafi fjölgað til muna síðustu ár og refsihámarki fyrir minniháttar brot sé aðeins 1 ár. Og það ansi stórt svið brota sem að fellur undir það að skilgreina sem minniháttar líkamsárás. Þrátt fyrir að fyrir fólk sem að fyrir þessum árásum verður þá eru þetta ekki minniháttar brot. Tilgangurinn með þessu einfallega að brot eða refsingar spegli alvarleika brota.
Þar verður þetta líka að horfa til þess hverjir hagsmunir þolandans eru af því. Danir hafa verið að stíga hliðstæð skref, farið í aðgerðir vegna þessa. Telur að þyngri refsingar hafi tilætluð áhrif einar og sér? Þyngri refsingar eru aldrei eina svarið eða stóra svarið við því að fækka afbrotum. Þar verður þetta líka að horfa til þess hverjir hagsmunir þolandans eru af því að þegar mál fari gegnum réttarkerfið að þá sé refsing í samræmi við alvarleika brota. Það er líka refsipólitík í því. Þorbjörg segir að ofbeldi sé dýrt fyrir samfélagið og þyngri refsingar kosti sitt. Mikill samfélagsávinningur hljótist þó af sterku réttarkerfi og traust myndist þegar refsingar eru í samræmi við alvarleika mála. En geta fangelsin á Íslandi tekið við fleiri föngum verði lögum breytt. Við erum ekki að fara að smíða lögin í kringum það hvernig húsnæðismálin í fangelsinu eru. Þar væri við að byrja á öfugum enda. Kjarasamningar flugmanna Landhelgisgæslunnar voru komnir svo langt að búið var að boða til vöfflukaffis hjá sáttasemjara í lok síðasta mánaðar þegar snurða hljóp á þráðinn. Lögfræðingur flugmanna segir erfitt að skynja virðingarleysi ríkisins. Lögfræðingur sem situr í samninganefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna segist ekki vita hvers vegna samninganefnd ríkisins lýsti skyndilega yfir að hún væri ekki tilbúin að skrifa undir nýjan heildstæðan kjarasamning. Okkur fannst við vera það langt komin að það er verulega svekkjandi að sitja svo uppi með jafnvel tómt borð og engin svör við næstu skrefum. Engin fundur hefur verið boðaður síðan vöfflukaffið var slegið af. Fjármálaráðuneytið segir ríkisáttasemjara ætla að boða til fundar í byrjun næstu viku. Auðvitað tekur þetta á og það er erfitt að finna fyrir virðingarleysi ríkisins að semja við fólkið okkar. Flugmenn Gæslunnar hafa ekki verkfallsrétt. Lengst af var réttur þeirra tryggður á annan hátt. Á 7. áratugnum var fest í lög að kjör flugmanna Gæslunnar væru tengd við kjarasamninga flugmanna Icelandair og forvera þess. Ákvæði þessa tengingu var fellt úr lögum 2006 en áfram samið á grundvelli samninga Icelandair. Í byrjun 2019 féllu kjarasamningur úr gildi og erfiðlega gekk að ná saman. Vorið 2023 samþykktu deiluaðilar miðlunartillögu til 12 mánaða og áframhaldandi viðræður heildstæðan kjarasamning án tengingar við aðra samninga. Nú í vor, 2 árum seinna, var búið að leysa helstu deiluatriðum og boða til vöfflukaffis, en það var þó slegið af á síðustu stundu. Samninganefnd ríkisins segist harma að samninganefnd flugmanna upplifi skeytingarleysi af hálfu ríkisins. Nefndin hafi unnið að fullum heilindum með það að markmiði að ljúka gerða kjarasamnings við flugmenn. Sonja segir bakslagið lýjandi eftir langar og strembnar viðræður. Þá hjálpi ekki til að flugmenn Gæslunnar séu undir miklu álægi á þessum árstíma þegar útköllum fjölgar. Og það er að gerast að það vera að kalla fólk inn á vaktir þráttur að vera búið með hámarksvaktíma og jafnvel vera að kalla fólk úr veikindum og orlofi inn á vaktir. Það er af þessum ástæðum til hábrúnaskammar að Íslenska ríkið sé að láta þetta fólk bíða í óvissu með kjarasamning. Og það norður í land því þjóðlagahátíðin á Siglufirði stendur sem hæst en hátíðin er haldin í 25. sinn. Ágúst Ólafsson, hann er í bátahúsinu á Siglufirði þar sem verið er að undirbúa bara eina af mörgum tónleikum hátíðarinnar. Já, mikið rétt. Og þjóðlagahátíðin snýst ekki síst það að kynna tónlist sem víðast á heiminum og það eru tónleikar og námskeið allan bæ. En Gunnsteinn Ólafsson, þið byrjuðu bara á hvað, miðvikudaginn? Já, við byrjum á miðvikudaginn. Það er búin að vera fernir tónleikar á dag hjá okkur, námskeið fyrir fullorðna og við vorum líka í fyrsta skipti með rimnanámskeið fyrir leikskólabörn og yngri deildir grunnskóla. Þjóðlagaakademíu, þar sem fólki sem kemur fram á hátíðin er að segja frá tónlist þjóða sinna. Þannig að það er búið að vera mikið að vera hjá okkur. Þið hafið verið að í 25 ár, er ekkert erfitt að hafa svona fjölbreytta dagskrá ár eftir ár? Og við njótum þess að Siglfirðingar taka alltaf að móta okkur með útbreiddan faðminn og það er stórkostlegt í þessum frábæru salarkynnum á Siglufirði. Síðan hefur verið mikil gróska í þjóðlagatónlist á Íslandi. Það er ný kynslóð að koma með fólki sem helgar sig þjóðlagatónlist. Og við erum einmitt að opna sýningu á morgun með upptökum, vídeóupptökum af þessari nýju kynslóð af kvæðamönnum og ég hvet fólk að koma og sjá þetta. Og það eru fasta gestir og sama fólki sem kemur? Það er mikið af sama fólkinu sem kemur ár eftir ár en alltaf nýja andlit.
Já, heyrðu, takk fyrir þetta Gunnsteinn og ég held að við fáum bara hljómsveitina Brek til að gefa okkur smá tóndæmi og enda þessa útsendingu. Fjör á Sigló. Við förum í annað. Utanríkisráðuneytið gerði engar athugasemdir við þá ákvörðun Reykjavíkurborgar að flagga fána Palestínu fyrir framan Ráðhúsið. Borgarbúar sem Fréttastofa talaði við í dag eru almennt ánægðir með framtakið. Meirihluti borgarráðs samþykkti á fundi þann 27. júní að flagga fána Palestínu við Ráðhús Reykjavíkur til að sýna samstöðu með palestínsku þjóðinni. Fulltrúar minnihlutans voru tillögunni andsnúnir. Alþjóðafulltrúi á skrifstofu borgarstjóra lét utanríkisráðuneytið vita hvað stæði til. Í skriflegu svari ráðuneytisins kom fram að utanríkisráðherra gerði ekki athugasemd við lýðræðislega ákvörðun borgarstjórnar að flagga til stuðnings palestínsku þjóðinni. Fréttastofa spurði borgarbúa álits. Nei, ég tók ekkert eftir þessu en þetta gaman samt að sjá þetta. Það að gera styðja litlu þjóðirnar. Þetta líst bara vel á þetta, engar athugasemdir. Er þetta eitthvað flóknara en heldur en með Úkraínu? Nei, sjálfsög ekki. Nei, sko sambarlegt. Ég sáttu þetta. Þetta er bara stuðningur í verki. Þannig já, ég er ánægð með þetta framtak. Hvernig skilaboð ætti Reykjavík að vera að senda út í alþjóðasamfélagið? Bara samstöðu með undirokuðum og þeim sem hefur verið að ráðast á, held ég. Borgarráð er náttúrulega ekkit svona alþjóða vettvangur, þannig að það er svo sem erfitt að segja hvort að borgarráð þurfa að vera að taka á alþjóðamálum. Já, við erum alltaf bara að senda skilaboð með að við stöndum með Palestínumönnum. Það lítur að vera. Mér finnst bara engin ást og kærleikur í heiminum, bara með að vanta það. Hvort sem það er fánið ekki, það er hjarta bara sem að hvernig menn hugsa, sko. Mikill viðbúnaður var á framkvæmdarsvæði nýrrar Ölfusárbrúar á Selfossi í dag þegar bráðabirgðarbrú var sett frá Austurbakka árinnar yfir í Efri Laugardæla eyju. Brúin vegur 44 tonn og var hífð á sinn stað með stærsta krana landsins. Margir bíða með óþreyju eftir nýrri Ölfusárbrú sem geti liðkað verulega fyrir umferði gegnum Selfoss. Og sumir heldur kannski að þeim yrði að ósk sinni í dag þegar að bráðabirgðarbrúin hér fyrir aftan mig var hífð yfir halva ána. En hún er eingöngu ætluð vinnuvélum sem að vinna við gerð brúarinnar. Já, hér voru þottki verktakar að hífa brú, 44 tonna bráðabirgðarbrú sem alltaf að nýta sér til þess að fara að hefja vinnu út í Laugardæla eyju. Þannig að þeir geti farið að undirbúa framkvæmdir þar. Og hvernig ganga framkvæmdir? Það gengur vel eins og þið sjáu, þeir eru mikil undirbúningsvinna hafin, mikil vegagerð og það er þessi bráðabirgðarmannvirki sem þarf til þess að koma upp stóru brúnni eru komið vel á stað og væntanlega á næstu vikum þá fara þeir að steypa undirstöður og annað slíkt fyrir brúna á Ölfusá. Og er eyjan mikilvægur stuðningur undir brúna? Já, þarna stendur turnin sem heldur upp í brúargólfinu, turnin er 60 metra hár, stálturn sem verður vantilega reistur eftir 1 til 2 ár og þessi 330 metra langa brú hangir í þessum stálturni, þannig að það er gott að þessi eigi sér traust. Hvað verður svo gert næsta sumar? Næsta sumar eru, áætlanir verktakans gerir ráð fyrir að þá verði sjálfsög brúargólfið, það verður búið að byggja það hérna í landi hérna austan árinnar, það er búið að undirbúa aðstöðu fyrir það, þannig að stálverkin koma vantarlega í byrjun næsta árs til landsins og þá fara að setja saman. Þannig að næsta sumar er held ég stórt framkvæmda ár hjá þeim, þannig að það sem eru að munu renna brúargólfinu yfir Ölfusána, yfir eyjuna og alveg yfir á Vesturbakkann. Frá Ölfusá til Wales, því breska hljómsveitin Oasis kemur fram á tónleikum í Cardiff í kvöld. Þetta eru fyrstu tónleikar sveitarinnar í 16 ár og hafa aðdáendur beðið endurkomunar í ofvæni. Sveitin heldur 2 tónleika í Cardiff áður en Oasis liðar halda til heimaborgarinnar Manchester. Hljómsveitin heldur 14 tónleika víða Bretland næstu 2 vikur.
Oasis skaust hratt upp á stjörnuhimininn á 10. áratug síðustu aldar og meðal þekktustu hljómsveita Britpopsins, svo kallaða. Hljómsveitin hætti fyrir 15 árum síðan eftir að upp úr sauð milli hljómsveitar félaga. Aðsóknin á tónleika hljómsveitarinnar reyndist mikil og uppselt á þá alla. Kíkjum þá veðurspána. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt, yfirleitt 3 til 10 metrar en 8 til 15 norðvestan til undir kvöld. Skýjað með köflum eða bjartviðri og stöku síðdegis skúrir, einkum norðaustan og austanlands, hiti 10 til 20 stig. Förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Yngsti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta var nokkuð ánægð með sínar fyrstu mínútur á stórmóti. Og allt í einu var ég bara komin í skotfæri. Ég gerði mér rauninni ekki grein fyrir að ég væri í svona skotfæri, þannig ég ákvað bara að láta vaða. Evrópumótið hélt einmitt áfram í dag. Stórleikur Danmerkur og Svíþjóðar var gríðar mikilvægur fyrir bæði lið í sérriðli. Og við fengum Sveindísi Jane Jónsdóttur til að rýna í færið sitt á móti Finnlandi. Ég að reyna að snúa honum í þær en gera það bara rosalega illa. Íþróttir hér rétt á eftir. En rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir átakanlegt að lesa nýja úttekt á stöðu Landspítalans. Staðan sé sorgleg og vandinn hafi verið fyrirsjáanlegur. Húsleit hefur verið gerð á 6 stöðum víða land síðustu vikur vegna rannsóknar á skipulagðri glæpastarfsemi. Lögreglan hefur meðal annars leitað til erlendra kollega vegna málsins. Forsetar Úkraínu og Bandaríkjanna náðu í dag samkomulagi aðkomu Bandaríkjamanna að bættum loftvörnum Úkraínu. Ekkert virðist þokast áfram í friðarviðræðum milli Rússlands og Úkraínu. Aukinnar bjartsýni gætir á Alþingi að hægt verði að ná samkomulagi í kvöld afgreiðslu mála og þinglok, en getur þó brugðið til beggja vona. Og smíði nýrrar Ölfusárbrúar hófst af fullum krafti í dag þegar stærsti krani landsins var notaður til að hífa rúmlega 40 tonna vinnubrú yfir hluta árinnar. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku allan sólarhringinn. Líka nýjustu fréttir að Evrópumóti kvenna í knattspyrnu í Sviss. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl. Það verður íþróttaveisla á RÚV í allt sumar.